Vatnsborðið í Hvítá í Árnessýslu hefur hækkað marga metra á síðustu sólarhringum vegna ísstíflu sem hefur myndast í ánni. Óttast að hún kunni að flæða yfir tún og vegi. Á meðan Norðmenn eru á góðri leið með að rafvæða bílaflota sinn þróunin í öfuga átt hérlendis. Breytingar á ívilnunum hér hafi verið óskynsamlegar að mati framkvæmdastjóra Bílgreinasambandsins. 1500 manna hópur flóttamanna freistar þess að komast til Bandaríkjanna áður en Trump tekur við völdum. Ólíklegt þykir að það takist því þrýst á forseta Mexíkó að stöðva flóttamenn áður en þeir komast að landamærunum. Áfengissala hjá ÁTVR hefur dregist saman á sama tíma og netverslunum með áfengi fjölgar. Fólk getur nú mætt í útibú netverslunar og valið sér vín á staðnum. Og loksins hefur tekist að framleiða nægan snjó í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar til þess að hleypa iðkendum í brekkurnar. Forstöðumaður segir snjóleysið óvenjulegt en hlakkar til að fá líf í fjallið. Gott kvöld. Ísstífla hefur valdið því að Hvítá í Árnessýslu á Suðurlandi flæðir nú yfir bakka sína og óttast að hún kunni að flæða yfir tún og vegi. Vísindamenn vakta stöðuna ásamt lögreglu og starfsmönnum vegagerðarinnar. Já, þetta töluverð stífla, hún nær hérna aðeins upp með Hestfjalli og hérna niður með brúnastöðum og hérna hún nú frekar svona há í þetta skiptið. Stíflan byrjaði að byggjast upp rétt fyrir áramót og hefur vatnsborðið hækkað marga metra á síðustu sólarhringum. Ísinn hérna að hrannast upp fyrir ofan stífluna og hefur valdið því að áin að flæða fram hjá stíflunni sem þið sjáuð hérna út í þennan frávítaskurð sem liggur hérna niður eftir og eins og sjáum á ansið mikill straumur í ánni. Þetta getur auðvitað valdið einhverju tjóni en við fylgjumst vel með þessu og ég veit að vegagerðin að fylgjast einnig með þessu. Hefur þetta gerst oft áður? Já, þetta algengt svo sem, ekkert óalgengt allavega, þetta þekktur ísstíflustaður og já, hefur gerst nokkru sinnum en þetta alltaf tilefni til að fylgjast með þessu. Ketill Ágústsson bóndi á Brúnastöðum var á ferðinni í dag til að kanna aðstæður. Það sem að flæðir hér núna á veituskurðin, það fer hér niður allan flóa og getur valdið vandræðum niður í flóa. Hefur séð svona áður? Já, miklu meira. Það sem sé hætta á að það flæði vatn yfir tún og vegi hér í nágrenninu. Já, það alveg hætta á því en svo sem ekki eins og þá þetta ekkert mikið vatn en við þurfum bara að sjá hvað setur. Já, maður veit ekki hvað verður úr þessu. Það fer eftir því hvort hann rignir mikið. Ef veðráttan breyttist og því rigning þá fjandinn laus. Það spáð bara hörkufrosti helgina þannig að það ætti nú að vera svona jákvætt gagnvart þessu. En það væri nú kannski verst að fá einhverja mikla úrkomu eða leysingu. Framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins segir breytingar á ívilnunum til rafbílakaupa óskynsamlegar. Ísland hafi farið úr öðru sæti yfir nýskráða rafbíla í það 9. Norðmenn hafa tekið stór skref undanfarin ári í rafvæðingu bílaflota síns. Á síðasta ári var nærri 90% nýskráðra fólksbíla þar í landi rafmagnsbílar. Rúmlega 5% voru tvinnbílar og tæplega 3% tengitvinnbílar. Á Íslandi var hlutfall nýskráðra rafmagnsbíla til einstaklinga 47%. Lítum á hvernig þróunin var frá árinu þar á undan. Þá sést að hlutfall rafmagnsbíla jókst á milli ára í Noregi úr rúmlega 82% í tæp 90%, en hér á landi var þróunin í hina áttina. Hlutfalli fór úr 75% í fyrrnefnd 47%. Já, þetta náttúrulega kannski pínu áfall í því samhengi. Benedikt segir að í norsku tölunum séu allar nýskráningar einstaklinga og fyrirtækja. Sambærilegt hlutfall hér væri 26% og færi úr 50% árið áður. Og þetta endurspeglast kannski í því að við sáum það í nóvember úr svona alþjóðlegum gagnagrunnum að Ísland hafi fallið svona úr nýskráningakeppninni úr öðru sæti niður í hið 9. milli ára. Þess má geta að í fyrsta sinn í Danmörku á síðasta ári voru rafbílar í meirihluta nýskráðra bíla eða 51%. Benedikt segir stöðuna hér einkennilega í því ljósi að stjórnvöld hafa talað einarlega fyrir orkuskiptum og kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Hann segir líklegt að þegar virðisaukaskattur var lagður á rafbíla að verðmæti 6,5 milljón en þeir voru undanþegnir áður hafi haft töluverð áhrif.
Norðmenn, munurinn kannski í grundvallaratriðum liggur í því að Norðmenn tilkynntu það fyrir einhverjum áratug síðan að þeir ætluðu að halda út ívilnunarkerfi sem að myndi væntanlega lifa út ef mann rétt út árið 2025 og þeir hafa frá þeim tíma ekki gert grundvallarbreytingar á því kerfi og það þá fólkið í vaskniðurfellingu. Kerfi í Noregi segir Benedikte svipað og það var hér árið 2022 þegar ívilnanir voru hvað mestar. Eina ívilnunin hér núna 900.000 króna styrkur úr Orkusjóði á síðasta ári fyrir kaup á bíl upp að verðmæti í 10 milljónir króna en áramótin hækkaði svo upp að í 12 milljónir. Þá hafi hér bæst við kílómetragjald á rafbíla sem sé ekki í Noregi og tiltölulega hátt bifreiðagjald. Breytingar sem hafi verið gerðar hafi verið óskynsamlegar en fyrst og fremst skorti á fyrirsjáanleika. Og hann hefur skort en hann hafa Norðmennir haft og felst þá í því að þar í raun og veru gefið út pólitískt vilyrði það að ívilnanir muni lifa í einhvern tiltekinn árafjölda á meðan við höfum verið að fást við að hér að það jafnvel ekki vitað fyrir en undir lok árs hvernig næsta ár mun líta út með tillit til ívilnana. 6 ungbörn hafa dáið úr kulda á Gaza síðustu vikur þar sem hitinn fer niður í 6 gráður á nóttunni. Margar fjölskyldur hafast við í tjöldum eftir að hafa flúið árásir Ísraelshers. Yahya El-Bitran hvatti 3 vikna son sinn Djómá í hinsta sinn í vikunni. Barnið dó úr ofkælingu í tjaldi sem nú heimili fjölskyldunar. مش عندي أواعي، لا معي مصاري أجيب لهم أواعي ولا عندي حرمان. طب هذا بده يولد، طب مش مفروض لو في مظبوط، مش في مؤسسة للأطفال هذول تجيب لهم الأواعي تاعتهم. أواعي الخدج، الأواعي تاعت ولاد الخدج، من أنا أجيبهن؟ أنا مش بداري لأجيب، ولا بعرف حدا، ولا بشتغل. Djómá og tvíburabróðir hans Ali fættust mánuði fyrir tíman en fengu aðeins að dvelja á spítala í 1 sólarhring. Foreldrarnir voru sendir heim af yfirfullum spítalanum með börnin. Ali kominn aftur á spítala. 7 hið minnsta hafa dáið úr kulda á Gaza síðustu vikur, þar af 6 ungbörn. Yfir nóttina fer hitinn niður í 6 gráður. Meiri hluti íbúa hefst við í bráðabirgðatjöldum og fólk þarf að reiða sig á neyðaraðstoð til að eiga í sig og á, en Ísraelar kom í veg fyrir að stór hluti hennar komist á leiðarenda. هذا يعني مثال صارخ على عواقب هذه الحرب الظالمة على أهل قطاع غزة خصوصا الأطفال. الأطفال الرضع لا يتحملوا درجات الحرارة المنخفضة. يجب بأي شكل من الأشكال إنهاء هذه الحرب وعودة الأهالي إلى بيوتهم. Talið að Ísraelsher hafi drepið 14.500 börn á Gaza frá 7. október 2023 og sært enn fleiri. Þá talið að 17.000 börn hafi orðið viðskila við fjölskyldur sínar. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar komu saman til fundar á Þingvöllum í dag til að fara yfir verkefni næstu vikna. Þetta var fyrsti fundur ríkisstjórnarinnar á 9 ári en áætlað að Alþingi verði sett síðar í þessum mánuði. Á annað 1000 umsagnir hafa borist í samráðsgátt stjórnvalda eftir að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra óskaði eftir tillögum frá almenningi hagræðingu og einföldun á stjórnsýslu. Sérstökum starfshópi verður gert að fara yfir umsagnir og kynna niðurstöður í vor. Hvert tilefni þessara fundur? Fyrst bara hefðbundi ríkisstjórnarfundur. Þeir eru haldnir á föstudögum, alla jafna. Og síðan tekur bara við vinnufundur ríkisstjórnar, svona í upphafi tímabils, þar sem við erum að fara yfir málin og hlutir hafa náttúrulega verið að gerast hratt undanfarið, þannig að þetta svona bara tilefni til þess að koma saman og átta okkur og skerpa á verkefnum sem eru framundan. Einhver stórmál á dagskrá? Ekki svo ég veit til, nei. Merki að kvika sé á hreyfingu á miklu dýpi nærri Grjótárvatni á Mýrum. Ljósufjallakerfi teygir sig frá Berserkjahrauni á Snæfellsnesi austur að Grábróki í Borgarfirði. Samfelld óróa kviða kom fram á mælum Veðurstofunnar á 7. tímanum í gær. Vegna þess að óróin mælist á miklu dýpi eru engar vísbendingar kvikurhreyfingar nærri yfirborði. Þá sést engin aflögun á yfirborði með GPS-mælum eða INSAR gervitunglum. Náttúruvárssérfræðingur segir of snemmt að segja til hvort atburðirnir á Snæfellsnesi eigi eitthvað sammerkt með aðdraganda eldsumbrotana á Reykjanesskaga. Sala áfengis hjá ÁTVR dregst saman á sama tíma og netverslunum með áfengi fjölgar.
Netverslun í Skeifunni hefur opnað útibú þar sem fólk getur skoðað úrvalið og gengið út með vöruna, rétt eins og í hefðbundinni vínbúð. Það mætti kannski kalla það óvenjulega sjón að koma inn í verslun á Íslandi sem ekki rekin af ríkinu og sjá vín í rekkum. Já, hér viljum meina að við séum með sýningarsal, erum að sýna hér vörur. Óvissa hefur ríkt lögmæti netverslunar með áfengi og fyrirtækin hafa starfað á grundvelli þess að erlendum netverslunum sé heimilt að selja áfengi á Íslandi. Tugir fyrirtækja bjóða upp á slíka þjónustu. Sandi var fyrsta slíka verslunin og hefur nú opnað útibú í Skeifunni. Þetta ekki hefðbundin verslun í þeim skilningi að fólk labbi hér og taki vörur og setji í körfu og borgi við kassa, engin búðakassi. Fólk getur þó komið, handfjallað vöruna rétt eins og í vínbúð, opnað síman og pantað og síðan gengið út úr salnum með vöruna. Ertu ekki ákveðnu leyti kannski farin að dansa á línunni með því að opna hér húsnæði með vín í rekkum? Tilfinningar gætu sagt okkur það, en við erum einfallega bara að horfa í lagabókstafinn. Það eiginlega það sem gildir. Netverslanir með áfengi eru umdeildar en Alþingi hefur hins vegar ekki tekist að eyða þeirri lagalegu óvissu sem ríkir þeir. Arnar segist réttum megin við línuna og hvergi banginn. Í nýja húsnæðinu er vínbar og á bakvið stærðarinnar lager og róbóti sem afgreiðir allar pantanir. Þetta virkar þannig að viðskiptavinurinn skannar inn QR-kóða með að pantunin sé tilbúin og tilbúin til aftekar og þá er hérna róbótin sem að afhendir kassan út nú og kemur hérna bara rúllandi út. Sala áfengis hjá ÁTVR dróst saman í fyrra og var 4,2% minni í lítrum en árið á undan og má líklega rekja samdráttinn til netverslana. Ekki nema 200 metrar eru á milli Sandi og ÁTVR í Skeifunni. Er þetta einhver ákveðin ögrun? Já, það eru margir sem að kalla eftir því að þið opinbera torveldi aðgengið áfengi og ég held að sé einmitt ekki betri leið þá til þess að torvelda aðgengið heldur en einmitt að loka þá þeirri verslun. Það er engin þörf fyrir 2 afgreiðslustæði hérna í Skeifunni, þannig að það hljóta allir að taka undir það að vilja draga úr aðgengið áfengi. Og Skeifunni til Bandaríkjanna því 1500 flóttamenn ferðast saman í hóp frá suðurhluta Mexíkó að landamærum Bandaríkjanna. Fólkið vonast til að verða hleypt inn í landið áður en Trump tekur við forsetaembætti. Flestir í hópnum eru frá Venezuela, Guatemala, El Salvador og Perú. Fólkið lagði af stað í gærmorgun frá borginni Tapachula í suðurhluta Mexíkó. La situación de Tapachula es una situación insostenible porque no hay trabajo, particularmente para las mujeres. Te ponen un estándar de edad de 18 a 35. No te dan trabajo si eres mayor de 35 años. Fólki gengur hluta leiðarinnar en ferðast einnig með lestum og rútum. Þau halda sig í svo stórum hóp 1500 saman því þá er minni hætta á árásum glæpagengja. Donald Trump tekur við forsetaembætti 20. janúar og ætlar að vísa fjölda flóttamanna úr landi og herða landamæraeftirlit. Hópurinn stefnir að því að vera komin að landamærunum fyrir þann tíma til að sækja hæli. Það er þó ljóst að ýmis ljón eru í veginum og sumir ætla að reyna að dvelja áfram í Mexíkó komist þeir ekki til Bandaríkjanna. Por esa razón es que queremos trabajar en Ciudad de México, esperar y hacer los pasajes y ya devolver a Venezuela si él ya no nos deja entrar. Bandaríkjamenn hafa þrýst á stjórnvöld í Mexíkó að stöðva hópa sem þessa og það var gert 2 sinnum í nóvember. För hópsins er talinn prófsteinn fyrir nýjan forseta Mexíkó, Claudiu Sheinbaum. Trump hefur hótað við að takist stjórnvöldum í Mexíkó ekki að stöðva för flóttamanna yfir landamærin og minnka smygl á fíkniefnum, þá ætla hann að setja 25% toll á innflutning þaðan. Árið 2024 var kaldasta ár aldarinnar á Íslandi, á meðan árið var það hlýjasta annars staðar í heiminum. Veðurfræðingur segir þetta hafa verið ár norðanáttarinnar. Þetta var síðasta sumar sem eflaust verður fólki minnistætt fyrir þær sakir að það kom aldrei. Það var varla sólarglætu að sjá og rigningarsuttin virtist aldrei ætlað að taka enda. En það var sumarið 2024 það kaldasta á öldinni. En það var ekki bara sumarið sem var kalt því árið 2024 var kaldasta ár aldarinnar hér á Íslandi. Meðalhitastigið var svipað og er inn í ískáp eða 3,4 stig. Sem er 0,7 stigum undir meðalagi
áranna 1991 til 2020 og á landsvísu var þetta kaldasta árið síðan 1998. Hvað það sem skýrir þetta? Það hafa verið óvenju tíðar norðanáttir á þessu ári. Þetta svona mesta norðanáttar árið alveg í áratugi. Hérna sjáum við sem sagt hitavik á hverri veðurstöð fyrir sig miðað við síðustu 10 ár. Og þar sjáum við að það búið að vera kalt á landinu öllu á þetta árið. Það hefur verið að tiltölu kaldast hérna á Norðausturlandi á meðan það aðeins hlýrra hérna við suðurströndina sem passar ágætlega við það að norðanáttin hafa verið ríkjandi. Annað upp á teningnum annar staðar í heiminum. Mjög líklega verður árið 2024 hlýjasta árið í mælisögunni. Þannig að þetta svolítið óvenjulegt að það sé svona kalt hjá okkur. En sýnir líka bara að það geta komið köld ár inn á milli þó að sé hlýtt í heiminum. Hún segir að erfitt sé að segja til hvers vegna Ísland skeri sig svona úr. Svolítið tilviljun bara hvernig veðrakerfin raða sér og já, það mjög erfitt að segja það. Þá sé erfitt að segja hvort norðanáttin verði áfram ríkjandi á nýju ári. Mjög líklega þetta bara eitt ár sem verður bara undantekning en tíminn verður bara leiða það í ljós. Öryggisverðir, lögmenn og stuðningsmenn fyrrverandi forseta Suður-Kóreu, Yoon Suk-yeol, hindruðu lögreglumenn í dag sem ætluðu að handtaka hann. Forsetinn fyrrverandi var í síðasta mánuði kærður fyrir embættisafglöp fyrir að hafa sett á herlög gegn vilja þingsins. Hann hafði 3 sinnum verið boðaður í yfirheyrslu en ekki látið sjá sig. Öryggisverðir höfðu lagt bílum við heimili forsetans til að hindra aðkomu lögreglu og stuðningsmenn hans fjölmenntu. Stjórnarandstaðan hefur kært yfirmann öryggissveitar forsetans fyrrverandi fyrir að misnota vald sitt. Handtökuheimildin gildir til 7. janúar. Everybody's innocent until they are guilty, right? So he's not even in the first trial yet. We cannot tell him he's a criminal. Can capture Yoon cannot. So we so many people around here, also the soldiers defend fence. Fyrirkomulag söngvakeppninnar 2025 hefur verið kynnt og sem fyrir keppa 10 lög að verða framlag Íslands í Eurovision í Basel í Sviss. Undankeppnirnar verða 2, 8. og 15. febrúar, þar sem 5 lög keppa hvort kvöld og komast 3 stigahæstu lögin áfram í úrslitin þann 22. febrúar. Undanfarin ár hafa 2 stigahæstu lögin á úrslitakvöldinu farið áfram í svokallað einvígi þar sem kosið á milli þeirra tveggja. En í ár verður ekkert einvígi, heldur verður aðeins ein símakosning almennings sem stendur yfir allt kvöldið. Atkvæði almennings gilda jafnt á móti atkvæðum alþjóðlegrar dómnefndar. Kynnar keppninnar í ár verða Guðrún Dís Emilsdóttir, Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson. Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar verður opnað á ný á morgun en snjórinn hefur látið bíða eftir sér þennan veturinn. Starfsfólk segir nokkra hafa ætlað sér á skíði í fjallinu hátíðarnar þrátt fyrir lokanir. Hér í Hlíðarfjalli fyrir alltaf verða klárt fyrir skíðavertíðina og loksins segja margir en það hefur bara einfaldlega vantað snjóinn hingað norður. Snjóframleiðsluvélarnar á fullu gasi fyrir aftan mig og hafa verið síðustu daga og nú lítur út fyrir að þetta sé loksins að hafast. Starfsfólk Hlíðarfjalls stemdi á að opna skíðasvæðið 13. desember en lítið sem ekkert hefur snjóað í fjallinu síðustu vikur. Já, þetta bara pínu spes sko, því að við vanalega fáum við góða úrkomu og eins og fyrir 2 ánum þá var það mikil úrkoma á Efrasvæði, við náðum ekki opnað út af snjóflæði og það bara allt annað í dag. Snjóframleiðsluvélarnar fengu þó að stríta á meðan en fönnin sem þær kepptust við að dæla í fjallið fauk ýmist burt eða bráðnaði. Mér skilst að það sé hafi einhverjir orðið dálítið fúlir ætlað sér að fara á skíði yfir hátíðarnar, hafið þið fengið einhverja bara reddi með alla græjur upp í fjall? Já, það hefur margoft gerst sko. Þannig að fólk bara skilur þetta ekki og það bara eðlilegt en svona þetta bara. Heldur þetta sé meira mál en fólk heldur að framleiða allan þennan snjó? Ójá, þetta er gríðarleg vinna og þetta er líka mjög dýrt. Okkar snjóframleiðslubúnaður, hann elskar rafmagn. Þannig að þetta er hvíta gullið, við köllum það því að þetta er mjög dýrmætt. Það er dýrt að framleiða og erfitt. Starfsfólk var í óðaönn í dag að tróða brekkurnar sem loksins eru orðnar alhvítar. Brynjar segir útlit fyrir gott skíðaveður helgina. Ég held að færið verði bara mjög gott í þessu frosti. Við munum ná að opna 4 lyftur á morgun, þá Fjarkan og Hjalla og Hóla og Törnteppið.
Síðan það efra svæði sem við þurfum eitthvað að bíða með. Þannig að við þurfum ennþá okkur vantar snjór þar. Þá skulum við gá hvort að Akureyringum verði á ósk sinni. Það komið að veðrinu. Breytileg átt 3 til 10 metrar og styttir smám saman upp suðvestan til í kvöld en lengst af þurrt annars staðar. Frost að 15 stigum og kaldast í innsveitum norðaustan til en hiti frostmark við suðvesturströndina. Norðaustan og norðan 5 til 13 á morgun, lítilsháttar él norðaustan til, annars víða bjart veður og það herðir frost. En Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Karlalandsliðið handbolta hóf í gær undirbúning sinn fyrir heimsmeistaramótið sem hefst 14. janúar. Liðið hefur sett sér skammtíma markmið til að byrja með, frekar en að horfa of langt. Markmið að við viljum að byrja að vinna riðilinn. Við höfum kannski verið stór orðir síðustu ár. Úrslita viðureign heimsmeistaramótsins í pílukasti í kvöld. Hinn 17 ára Luke Littler komin í úrslit annað árið í röð en mætir nú þrautreindum þreföldum meistara. Og íþróttamaður ársins 2024 verður krýndur með viðhöfn annað kvöld. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Rifjum það upp helstu atriði þessa fréttatíma. Vatnsborðið í Hvítá í Árnessýslu hefur hækkað marga metra á síðustu sólarhringum vegna ísstíflu sem hefur myndast í ánni. Óttast að hún kunni að flæða yfir tún og vegi. Á meðan Norðmenn á góðri leið með að rafvæða bílaflota sinn þróunin í öfuga átt hérlendis. Breytingar á ívilnunum hér hafi verið óskynsamlegar að mati framkvæmdastjóra Bílgreinasambandsins. 1500 manna hópur flóttamanna freistar þess að komast til Bandaríkjanna áður en Trump tekur við völdum. Ólíklegt þykir að það takist því þrýst á forseta Mexíkó að stöðva flóttamenn áður en þeir komast að landamærunum. Áfengissala hjá ÁTVR hefur dregist saman á sama tíma og netverslunum með áfengi fjölgar. Fólk getur nú mætt í útibú netverslunar og valið sér vín á staðnum. Og loksins hefur tekist að framleiða nægan snjó í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar til að hleypa iðkendum í brekkurnar. Forstöðumaður segir snjóleysið óvenjulegt en hlakkar til að fá líf í fjallið. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og svo birtast fréttir allan sólarhringinn á vefnum okkar rúv.is. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Treystið mér, ég vil bara hjálpa. Við treystum aðeins náttúrunni. Frosin 2, talsett teiknimynd frá 2019. Systurnar Anna og Elsa halda í ævintýralegan leiðangur ásamt Kristjáni, hreindýrinu Sveini og snjókarlinum Ólafi í leit að uppruna töframáttar Elsu. Toppstjörnur á